Jú, komið sæl, framhaldsskólaleikarnir halda áfram. Frís komið á skjáin á 9 og ég heiti Kristján Einar, með mér Donna Cruz. Donna, það Rocket League í kvöld. Já, Rocket League. Ég get eðlilega spennt. Nei, ég meina þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt hingað til og síðasta fimmta fengum við náttúrulega geggjaða leiki í CS, næsta fimmta fáum við FIFA og það bara búin að vera stemming og maður sér alla skólana, þú veist, eru twittandi og Insta og bara komandi með endalaust af upplýsingum, það eru streymi af öllu. Þetta bara búið að vera ekkert smá gaman að fylgjast með þessu. Já, ándjóks, ég reyndar fullu prófum en ég reyni alltaf að horfa eins mikið og ég get og það sem ég sé, það bara ógeðslega mikið stemming. Það bara hárrétt. Við erum með 4 leiki á dagskrá í Rocket League í kvöld. Við byrjum á viðureign Menntaskólans á Tröllaskaga og Framhaldsskólans á Laugum. Færum okkur síðan yfir í leik Tækniskólans og Kvennaskólans, Kvennó. Förum svo og sjáum MR mæta Menntaskólanum á Egilsstöðum og endum svo á því að sýna, ég að draga þetta upp úr umsliðunum, Menntaskólann á Ásbrú gegn Versló og þetta eru allt viðureignir sem að við getum kannski ekki mikið talað fyrirfram, annað heldur bara þær upplýsingar sem við með. Ég veit náttúrulega ekki bara að sjá þessa skóla mætast neitt. Nei, En við getum allavega sagt það að allir leikirnir eru svo kallaðir best of 3. Það er að segja 3 viðureignir í Rocket League, þar sem að, fyrst til að vinna 2 orðinn sigurvegari. Ok, hljómar einfalt. Já, mikið rétt. Ef við kíkjum aðeins yfir það sem búið að vera í gangi og fáum til með stöðuna í Counter-Strike sem í gangi núna, Ég fáum hana bara eftir. Já, það ekki bara. Jú. Ég í ógeðslega miklu Rocket League stemming, sko. Já, menna það. Þú sér líka bara með pósterinn á bakvið, sko. Þannig að það er svona, það er ágætt í þessu. En í Frís þá keppt í 3 leikjum. Við keppum í CS, Rocket League og FIFA og hver og einn af þeim í raun og veru einstök deild. Og það lið sem vinnur sína deild, liðið sem í raun og veru fær flest stig samtals úr öllum deildunum með fyrsta liðin í úrslit og svo framvegis. Þannig að það skiptir í raun og ekki, einhver skóli má eiga einn leik sem að geta bara ekki neitt í, skilur. Já, einmitt. Eða eru ógeðslega góð í hinum 2, sko. Ok. Þannig að þetta er skemmtilegt. Hvar þú sterkust? Herðu, ég myndi segja CSGO, en það er samt reyndar langt síðan ég spilaði CSGO. Ég hef spilað Rocket League nokkrum sinnum. Ég væri til að spila hann oftar, en ég spila hann yfirleitt þegar við erum að pre-gamea ég og strákarnir, bara rétt fyrir þegar maður eitthvað að kíkja út. En þetta ógeðslega mikið stemmingsleikur, sko. Þetta nefnilega ógeðslega gaman. Fyrir það sem ekki þekkja, þá Rocket League, ég hef búið að blanda saman 2 uppáhalds áhugamálum mínum, kappakstri og fótbolta og svona. Já, ándjóks, þetta stemming. Þetta ógeðslega gaman. Ég man fyrst þegar ég prófaði hana, þá var maður bara eitthvað svona, hvað þetta? En svo maður bara einhvern veginn fastur í honum og svo þegar við förum að sjá góðu spilarana að spila, þá það gjörsamlega sturlað. It has you on the edge of your seat. Það alveg svolítið þannig, sko. Fyrst einmitt þegar ég spilaði hann þá ég svona, hvað sýra þetta? En svo þetta bara drullu skemmtilegt. Ógeðslega gaman. Við og gæðamunurinn líka svo mikil. Ég man eftir í Game 2 og prófa þetta. Fengum Íslandsmeistara eða allavega úrvalsdeildarlið KR til að koma og spila mót okkur. Við vorum ekki til. Við vorum bara svo keilur inn á vellinum, sko. Þetta var gjörsamlega vonlaust. Þannig að það svona, þetta svona, aðeins, það er rosalega hátt skill svona base í þessum leik. Það þarf alveg mikið að hæfileikum. Ok, geggjað. Herðu, já. Ég mjög spennt fyrir þessu, sko. Ég ógeðslega spennt að sjá hvað skólarnir geta gert. Og ert þú með eitthvað svona fyrirspá hver geti tekið þetta? Nei, sko, skóli minn mætti ekki, þannig ég ætla einmitt að fara að henda við þig, sko, hvað þinn skóli? Sko, minn skóli, ég hef farið í nokkra framhaldsskóla in my lifetime. Hvern svona tengjur við, þú veist, ef þú ert spurð, sko, þú veist, til dæmis Egill síðustu viku, hann gat ekki sleppt Versló tengjugunni, sko. Já, ég skil það. Já, sko, ég myndi segja Kvennó. Ok. Ég þekki svo marga á Kvennó. Þannig að þú ert vissum að Kvennó pakki Tækniskólanum hérna eftir hálftíma. Tækniskólinn samt svo góður skóli, sko. En já, ég held mig við Kvennó. Okay. Ég verð alveg að segja Kvennó. Kíkjum núna á stöðuna. Það búið að grafa hana upp úr skúffunni. Hún mætt. Þannig að fáum stöðuna hérna í CSGO eins og hún akkurat núna. Og hérna kemur það í fyrri riðlinum. Við sjáum það eru 2 riðlar og í fyrri riðlinum Flensborg með fullt úr stiga á toppnum. Verkmenntaskólinn á Akureyri þar á bakvið MH og Menntaskólinn á Tröllaskaga í hörkukeppnum 3. sætið. MH í 5., Kvennó í 7. og MK í því 7. Hinum megin þar Tækniskólinn á Versló
þetta gæti ekki verið mikið tæpara. Oh my god, já. En það eru leikir eftir og það er spurning hvort að þau ekki eftir að mætast. ME síðan hann í 3. sætinu, BHS, MR, FL og FSN þar á bakvið. Þannig að þetta virðist ekki að gengið neitt sérstaklega vel hjá MK og FSN. Það er spurning að sjá í hinum leikjunum og þá er spurning. Rocket League-deildin er byrjuð. Hvort við hendum okkur kannski bara yfir á hana og sjáum hvernig staðan þar og hérna með það, flest lið búið með 2 leiki, MH á toppnum í riðli 1, MH og Menntaskólinn á Tröllaskagi, Menntaskóli Kópavogi og Versló, þannig að 3 jöfna stigum í 3. til 5. sæti. Hinum megin þá eru það Kvennó sem eru á toppnum. Kvennó, ég er að segja. Við erum að fara inn í toppslag, Kvennó og Tækniskólinn. Ok, herra, þetta er ógeðslega spennandi. Ég er mjög spennt. Ég gæti ekki mikið peppari fyrir þessu, við ekki neða. Þannig að það er hellingur í þessu. Það spurning hvað langt í fyrsta leik. Leikirnir eins og við vorum að tala áðan, við fáum þessa 4 leiki, geta verið, hver umferð er náttúrulega 5 mínútur fyrir þá sem ekki þekkja, en getur verið framlenging í rauninu alltaf og í öllum hlutunum að henni. Og síðan geta það verið 2 viðureignir eða 3 og við fáum 4 þannig í kvöld. Ok. Rocket League samfélagið á Íslandi búið að vaxa mikið núna búið síðkastið, eru með úrvalsdeild og mikið svona bikarmót og þannlað og mikið af félagslífum kom inn í þetta sem er að gera þetta allt svo skemmtilegt. Það er svo gaman að vera í kringum þetta, það er bara svo mikið að gerast í raun og veru. Já, ég held að heyra meira Rocket League sko. Einn vinur minn er mjög góður í Rocket League og ég er bara svona, af hverju er ég ekki að spila þetta meira? Af hverju eru við ekki að spila þetta bara akkurat núna? Já, herðu, ég er alveg sammála. Ef við kannski fara bara að spila? Myndirðu pakka mér að? Sko, mér langar að segja já, en my bark is worse than my bite. Ég verði eiginlega að segja það, sko. Já, ég tala smekk, það er enda hárrétt. Stundum deliver ég ekki, sko. Í hópnum þá er Donna the Banter Queen. Já. Og það bara í ákveðin stemmingu til að geta að spila með henni. Ég hugsa sko ef ég kem með gott bandir þá þarf ég ekki komið með gott skill. Þannig að... Það er enda mjög mikil misskilningur. Já, á að það má leiða? Já, ég held það. Djöðlinn, þá er ég að spila þetta vitlaust. Já, ég meina heiðarleg tilraun samt sem bara að spila á þeim velli sem hún sterkust að. Já, reyndar rétt. Já, styttist í fyrsta leikinn og ef við kíkjum aðeins yfir liðin, þá er þetta sem sagt, býtunum við, það er leikurinn byrjaður. Hörru, það er eitthvað að gerast? Ég sé ekki betur en að sé byrjaður, þannig að við snúum bara að fara inn í leikinn. Þetta er framhaldsskólinn á Laugum gegn Menntaskólanum á Tröllaskaga, framhaldsskólinn á Laugum bláir, Menntaskólinn á Tröllaskaga appelsínugul og þetta eru Menntaskólinn Tröllaskaga Ragnar Óli Ragnarsson með Nikki Overnight, Guðjón Fannar Magnússon Ikusi og Bjartmar Aðarsteinsson Maki G. Og á Laugum þá erum við með Einar Örn, hann heitir nú bara einfaldlega Einar, og Árni Gestur sem er hann er að leika sem með Árni Gúl með G. Það er ekki verið að heita Gúl og ég er ánægður með þetta. Hann hefur líklegast 12 ára aldurinn verið með Árni Gúl, @gmail, en ákveða að hendi yfir í Gúl svona eftir því sem hann eldist. Og síðan er það Gummi Gigi, Guðmundur Gíjar. Leikurinn að fara. Við erum allavega 0-0 hérna ennþá eftir 1 mínútu og eins og það er framhaldsskólinn á Laugum bláir og Menntaskólinn Tröllaskaga appelsínugulur. Herðu, er að fara að koma markbráðum með það? Það er að vita, þetta snýst allt að koma með það fyrir og samspilið í svona 3 manna leik er alveg magnað. Leikmennir þurfa að kunna inn á hvern annan og skilja í raun og veru hreyfingarnar hjá öllum. Já, einmitt. Hörðu ekki að geta, herðu! Hérna kemur skotið en þetta er rétt framhjá og þá snýr Menntaskólinn Tröllaskaga vörn í sókn en Laugar með sterka vörnarna og ná að snúa þessu en hérna kemur skotið og þetta hlýtur framhaldsskólinn á Laugum að verja og gerir. Overnight hérna að hreinsa frá. Hvað segirðu? Er einhver svona sérstakur, herðu, þessi verður bara hjá markinu eða er það? Það er rotation mikið þótt að, og það er það sem þetta snýst í raun og veru, það er einmitt það að fólk er með ákveðið ról í raun og veru en það þarf að vera rosalega mikið rotation því að þú þarft
í alla 3 leikmennina til þess að skora oft á tíðum. Hörðu. Færi Mackie G! Mackie G. Þetta var frekar vel gert hjá honum, sko, þetta takt þarna. Mackie G, enda ber virðingu fyrir þessu Nikki, mér finnst það gott. Já, ég sammála. Skemmtilegt. Hvað kemur samt Mackie G? Bjartmar Ari Aðalsteinsson. Ég næ ekki púsla saman, sko. En örugglega mjög interesting saga. Erum við að horfa á eitthvað það almesta miðjumóð sem ég sé lengi þetta. Það er skemmtilegt. Tíminn naumur þannig að liðin verða að koma sér eitthvað færi, ekki nema 1:50 eftir á klukkunni. En vörnin hjá báðum liðum að stoppa þetta. En hérna er fínt færi en náði ekki, er hann mættur til að fylgja eftir, getur það samt ekki. Boltinn aftur út á miðjuna og Laugar ætla ekkert að sleppa sér sóknin, gera hann ákveðin mistök en hérna er Einar mættur í vörnina, þarf að koma sér þetta fyrir þetta skot en Árni mættur í staðinn. Já, þetta er fram og tilbaka á miðjunni, ekki búið að vera neitt hættulegt færi raun og vera ennþá. Gummi Gíki næra hendunum upp, hann kemur fyrir en enginn til að fylgja eftir. Árni hins vegar hann fellur til hans en nær ekki að fylgja í, spila hann tilbaka. Þetta eru mistök, þetta er mark! Nei, sláinn! Þetta... Mínútan eftir og núna er mark svo verðmætt. Stutt á milli í þessum leik, getur fallið hvorum megin. Laugar þó heldur meira búinn að vera í sóknin. Hérna kemur gott færi, þetta er skot, nær hann að verða þetta? Nei! Aikusi með fyrsta markið og Menntaskólinn á Tröllaskaga gegn gangi leiksins. Kemur sér í 1:0, 46 sekúndur á klukkunni fyrir Laugar til að jafna. Svo það sagði 45 sekúndur á klukkunni og stutt í þetta klárist, núna verður Framhaldsskólinn á Laugum að ná að gera allavega heiðarlega atlögu. Þetta er skemmtilega gert en það er að halda honum bara algjörlega lofti en Árni mætt, nei! Aikusi að sýna listi sínir hérna aftur. Hvað snillingur er þetta? Þetta er Aikusi. Ég gerir áþrið sem borðið þannig fram. Þetta er alltaf pínu vandræðilegt þegar maður er að lýsa rafíþróttum og maður lendir á nýjum ykkur, maður verður ekki bara að fá það á hreinu. Það er búið að gera ansótt grína mig fyrir eitthvað svona sem ég segi vitlaust en það verður bara að hafa það. En Menntaskólinn á Tröllaskaga, þeir eru ekki búin að sigra þennan leik ennþá því að það tekur ekki langan tíma að skora í honum. Sóknin er hröð og hægt að halda boltanum á lofti eftir klukkuna en þetta er lítur virkilega vel. Hérna kemur skoti og þetta er rétt framhjá. Og þarna þurfti Framhaldsskólinn á Laugum að skora til að halda lífi í þessari fyrstu viðureign. 4 sekúndur á klukkunni og þetta hlýtur að vera sigur fyrir Menntaskólinn á Tröllaskaga. Laugar reyna að halda lífi í þessu, kemur skoti hérna en þetta er sláinn út og þar höfum við það. Menntaskólinn á Tröllaskaga sigra Framhaldsskólinn á Laugum í fyrsta, ég hef kallað þetta hálfleik. Og Donna, þetta var gegn gangi leiksins framan af en eftir það, þá virkuðu einfallega bara Menntaskólinn á Tröllaskaga sem þau bara hefur sett í eitthvað flugir. Já, ég er alveg sammála. Þetta var mjög passið þarna í byrjun en svo bara eftir, þú veist, þegar það eru undir 90 sek þá bara allt í einu poppaði eitthvað. Já, liðin einhvern veginn svona þreif okkur öðru, svona mikið miðjumoð en svo Aikusi, klálega maður leiksins í þessum fyrsta hluta, hann Guðjón Fannar Magnússon og hans motto í lífinu er ómikið sinnep. Það er ekki hægt að vera með ómikið sinnep. Er það málið, eða? Ég veit ekki, ég hugsa að það sé hans mindset. Ég sko með að þetta er reyndar eitthvað banter, ég veit nú ekki alveg hvernig þetta setja upp, með hvernig, þú veist, hvað Ragnar Óli segir, þá talar hann um ómikla hamborgarsósu, þannig að þetta er eitthvað þema, eitthvað sósuþema þarna á Tröllaskaga. En þá erum við komin inn í annan hluta þessara viðureignar. Og hérna er Framhaldsskólinn á Laugum strax í sókn. Áfram Framhaldsskólinn á Laugum, bláir, Menntaskólinn á Tröllaskaga, appelsínugulir eða rauðir. Okay. Og hérna kemur svona Aikusi ætlar að gera það sama og áðan bara hreinlega en í raun og veru vinurinn sem stoppar þetta þarna
Menntaskólalögum að næra að stoppa þessa sókn. Þetta gott skot. Einar hins vegar mættur í vörnina og kemur þessum bolta frá. Og þá eru Laugar í sókn. Óvinnætt þarna nær að verja. Aikusi hérna reynir að koma fram aftur en Árni mættur til þess að stinga sér fyrir þennan bolta en boltinn fellur aftur til Aikusi sem nær að halda honum á lofti. Gummi mættur hérna til að taka á móti honum og þetta gerir svo hratt allt saman hérna. Boltinn á lofti hérna og Tröllaskagi að snúa vörn í sókn. Aikusi Maki G ætlaði að segja að koma hérna með fyrirgjöfuna en er mættur í miðjuna, nei, boltinn fellur tilbaka, það er Óvinnætt, tekur skoti en þetta hlýtur að vera varið af Framhaldsskólalögum, koma svo frá. Það er vel gert hjá Gigi. Óvinnætt hendur honum fyrir aftur og enginn í teiknum til þess að taka á móti þessu, enginn að koma á siglingunni. Gummi Gigi hérna hreysa frá, sprengtur út af vellinum. Það er óþolandi, það er ekkert eðlilega pirrandi. En ekkert eðlilega gaman þegar maður gerir þetta einhvern annan. Já, ég skil. Sjáum það þarna Aikusi sem var búinn að eiga bæði mörk Menntaskólans og Tröllaskagi viðureigninni kominn í markið og það er þetta sem við sjáum, þetta rotation og mætti fram hérna síðan núna. En Maki G hérna, það skot ekki á rammann en kemur þetta fyrir og mættur. En vörnin góð hjá Laugum, ná ekki að hreinsa langt samt sem það er. Og Tröllaskagi með mikla pressu hérna, boltinn hlýtur að fara að detta inn og hérna kemur það eða hvað? Nei! Maki G á fluginu og skotið svo framhjá. Það er hiti, sko. Heldur betur, Aikusi hérna reynir að stoppa hann og hérna mætir Maki G í stuðninginn með, það getur maður að kalla þetta hlaup. En boltanum hreinsa frá og þá snúa Laugar í sókn. Einar, þeim hérna fram, Aikusi mættur, hann missir á honum, Einar næra laumuna framhjá en þá er Óvinnætt mættur hérna til þess að hjóli hérna bolta. Já. Heyrðu, sko hérna, Framhaldsskólalögum þurfa að vera meira álaskrifni. Já, án þess að gefa opnum því að við erum bara að sjá þessi flugbólta. Það er svo, þessi mörk þegar þeir koma fljúgandi, það er svo rewarding að sjá það. Samspilið, vörnin er svona tölskaða fín, þarna reyndu Óvinnætt einn enn svona flugbóltan. Heyrðu, það er færi núna. Og þetta er ekki fyrsta markið fyrir Framhaldsskólalögum, sláinn út. Ég er svo invested, sko. Ég get ekki sagt orð. Ég er svo invested in this. En það kemur skoti og þetta er frábært skot. Maki G kemur Menntaskólanum á Tröllaskaga yfir 1:39 á klukkunni. Og Menntaskólinn í Tröllaskaga í toppmálum hérna til þess að klára þessa viðureign bara í 2. Þetta var glæsilegt mark hjá honum. Hvað getur Framhaldsskólalögum gert núna? Það er svo mikið, þeir eru svo fljót að refsa. Þetta er samt ekki búið, sko. Það er alveg nóg eftir. Klárlega og þurfum ekki að ná, þeir þurfum bara að ná einu marki til að allavega tryggja sér framlengingu en þessu staðan er núna. Mega bara ekki leika öru Árni hann með heiðilega tilraun til þess að reyna að koma því fyrir. Enginn heltast í þennan bolta. Þá stillir Maki G upp hérna. En Gummi Gigi mættir í markinu en það er stuðningurinn frá Óvinnætt. Maki G, boltinn fellur hans en Aikusi mættir hérna að taka á mótunum. Kemur hann fyrir, tekur flugið. En Gummi Gigi, ætlaði að segja. Það eru rétt mínúta undir eða eftir. Laugar í sókn. Ég er að reyna að finna einhverja opnun. Vita annars eru bara 30 sekúndur eftir af þessari viðureign. Árni kúl með færi. Heyrðu, vel gert Árni! Árni kúl að jafna leikinn fyrir Framhaldsskólalögum. Þetta kemur einhvern veginn. Þetta er ekki búið fyrir þetta búið, sko. Nei, og þarna hefði maður einhvern veginn, ég miðað við allt á undan búist við að Maki G væri með þennan bolta. Það myndi ekki leka inn, en þetta þýðir að þetta er orðið galopið á ný. Þetta er það sem við viljum sjá, Donna. Óvinnætt að reyna að klára. Herru, er það eðlilegt að ég sé að sitna það? En þinn skólaugin sem mættur.
Tröllaskagi að eins og þarna Laugar að setja pressu hérna núna en boltinn fellur yfir á vallarhelmingi hjá Tröllaskaga. Þessi viðureign klárast væntanlega bara hér og nú eða hvað á ekki halda þessu lofti. Við förum beint í framlengingu. Herðu, önnur framlenging. Og nú er það bara fyrstu til að skora vinnur. Það sést það er passion, sko. Það er það sem ég fíla. Heldur betur. Það er virkilega verið að reyna hérna Menntaskólinn og Tröllaskaga í betri stöðu í augnablikinu, eiga leikinn inni, geta klárað þetta með markið hérna. En Laugar með bakið upp við vegg. Passið hérna að fara tveir upp í sama boltan og það getur verið hættulegt. G, herðu, það er eitthvað að gerast. Boltinn leikur þetta fyrir, áfram Gummi! En Gummi missir af honum svona að Árni hins vegar mættur, en núna er markið galopið hinum megin. Aikusi meðan, getur að klára þetta hér? Nei, Einar með fína vörðana, en þarna kemur skotið og þetta er markið að tryggja Menntaskólanum og Tröllaskaga 2-0 sigur hérna í framlengingu. GG. Þetta var geggjað. Menntaskólinn á Tröllaskaga, með þennan sigur. Já. Og 2 mörk á Maka G, Árni Gúl með hitt og svo var náttúrulega Aikusi með 2 í fyrirleiknum. Einmitt. Þannig að Menntaskólinn á Tröllaskaga kominn, eitthvað áleiðis enda núna. Þetta var flott, sko, og gaman að sjá að það var einmitt svona passion hjá framhaldsskólanum Laugum, en það vantaði bara aðeins upp á. Þeir voru reyndar meira áróðskir hérna í seinni leiknum, en hérna Tröllaskaga var bara með hana. Bara frábær í þessu leik. Framhaldsskólanum Laugum hins vegar Árni Gúl sem að skora markið þar og þetta segist að vera algjör listamaður á vellinum. En Menntaskólinn Tröllaskaga bara sterkari í þetta skipti. Það sé mikil menning fyrir Rocket League í Fjallabyggð, eða? Á Tröllaskaganum bara yfir höfuð, eða? Ég veit ekki hvar það er. Nei. Ég er svo mikið borgarsteppa, ég veit ekki hvað neitt af þessu er. En er þetta frábært. hjá Húsavík? Nei. Er þetta fyrir norðan? Já. Ég veit ekki hvar það er. Það er á Tröllaskaga. Það er á Tröllaskaga. Þetta er skemmtilegt. Við skulum áður við förum að snúa okkur að... Ég lofa, ég er smart, en kannski ekki að kemur landafræði. Nei, ég meina, bara heiðarlegt. Við skulum áður við snúum okkur að næsta leik sem er Tækniskólinn á móti Kvennó. Þá er í gangi samhliða smá keppni á samfélagsmiðlum og mér skilst að það sé einhverjar myndir sem að er búið að pikka upp og eitthvað þannig. Þannig að við að kíkja á það. Já, herðu, ég til það. Hérna eru reglurnar í þeirri keppni. Þetta eru 5 hlutir sem gefa 1 aukastig í undankeppni fyrir keppendur og keppandi einn eða fleiri getur þannig gert þessa hluti, sofið nóg, hreyft sig, drukkið vatn og sendt heimanámi og eitthvað svona dót. Þetta gerir það þægilegt og það byrjaði að posta myndum. Ok, geggjað. Þetta er hann Kristinn sem við ætlum að sjá hérna og er í MH skils mér. Og þarna, það er verið að henda sér í alvöru morgumat. Game day. Maður þarf að næra sig fyrir game day. 100%. Það er bara svolítið þannig. 100%. Það er nefnilega, það er útrúlega fyndið í þessu svona þegar maður horfir á þessa rafíþrótta þróun sem er að verða. Það er einmitt þetta að þú veist, til þess að spila eins og á hæsta leveli þú þarft að haga þessu íþróttamæður og það skiptir einhver máli hvað þetta gera. Jú, 100%. Þú verður að sofa vel, þú verður að næra þig vel. Bara skiptir ekki máli hvað þú gerir í lífinu. Ef þú ert ekki með þessu á hreinu, þá ertu bara ekki að fara að standa þig eins og hetja, skilurðu. Einmitt, þannig að hér beint á eftir verður lífstílshóll Donnu og Kristjáns. En leikur númer 2 beint eftir auglýsingar, komið smá. Vaskur, hér, sækja. Hvað er þetta að gera?
Æ, Vaskur. Red Bull veitir vængi. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Hey, akkur ertu með þessi sólgleru? Uss, ég á verði. Vertu á verði. Lægsta verði. OB. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, velkomin aftur. Það tækniskólinn gegn Kvennó sem næstur og já, þetta eru lið sem eru á toppnum í riðli 2 og svona þegar maður kíkir hérna yfir þá hugsaði það sé mjög gott að vera Diamond eða Champion í leiknum. Já, og það eru bara Diamond Champions hérna. Það bara nákvæmlega rétt og liðin eru raun og veru alveg jöfn þegar kemur að því. Við erum með í tækniskólanum hana Emilíu Ósk Grétarsdóttur, betur þekkt sem Y-Queen. Við erum með Elvar Kristensen, Ósik. Svo reynda verða hendi sjátturinn á Snæbjörn Sigurð með nickið Snip-Snap. Það er klikka-nikk. Það er mjög skemmtilegt. Það er klikka-nikk. Þetta er líka aldursforsetnir í keppni, þannig að það er skemmtilegt. En þarna er mitt Y-Queen, Diamond 3, Ósik, Champion 2, Snip-Snap, Champion 2 og ef við kíkjum svo hinum meginn þá erum við með Oliver Karl Sandberg, Blueberry Boy. Hann elskar bláber. Geggjað. Hann er Champion 2. Hilmar Kjernan, Chan TV og svo erum við með Stefán Benditsson, Sossil og hann er Diamond 3, Chan TV, Champion 2. Þannig að þú veist, þetta eru svaka lið. Já, þau eru líka bara everywhere. Bara 100%. Við erum með Diamond 3, Champion 2, já, þetta verður mjög áhugaverð leikur. Engin spurning. Þetta er líka nákvæmlega við getum reynd að búa til eitthvað svona turf war, búa til eitthvað svona hype þarna á milli, eitthvað leiðindi. Það væri mjög skemmtilegt að geta startað því hérna. Herðu, gerum það. Mætast þarna skólavörðustig, einhvers staðar alveg gjörsamlega brjálið. Nei, en þú veist, þetta eru mikið bragging rights sem eru inn í gangi. Það er montrétturinn sem hefur verið að keppa upp á í þessum innbyrðisviðuregnum og svo náttúrulega komast í úrslitakeppnina. Því að þegar deildakeppni lýkur í frís sem við erum að sýna núna og verðum með FIFA deildakeppnina næsta fimmtudag, þá taka við 3 skemmtilegar útsendingar sem eru undanúrslit og unnu tvisvar og svo úrslit. Það sem þau lið sem komast inn í úrslitakeppnina keppi í þríþraut í öllum 3 leikjunum á sama kvöldinu. Þannig að það verður skemmtilegt. Herðu, já, ég er ekkert alveg spennt. Þetta er mjög skemmtilegt, sko. Þríþrautur eru viðurkennd á Ólympíuleikunum á næsta ári, það er bara þannig. Já. Ég myndi allavega halda það. Það er spurning hvort við eigum einhverja fleiri myndir. Ef það komum fleiri myndir, þá væri gaman að geta sýnt það. Mér skilst að hann Júlíus í Flensborg sé búinn að vera að raka en stigum fyrir sitt lið. Vatni mikilvægt á svona löngum æfingum í Dust 2 fyrir leikum móti MH. Þetta er hárrétt. Man þarf að vökva sig, sko. Sem er Dust í húfu þarna og svona. Ó, heyrðu, nei, já, eru það að sjá töfluna? Yes! Herðu, þú vinnur ekki leikinn ef maður vera með gameplan, sko. Nei, sko, það er reyndar ekkert gameplan á þessari töflu, það er bara búið að teikna mappið, en þetta er geggjað. En það myndi ekki fara að posta gameplaninu sinni á Twitter. Nei, en hann er eflaust. Gerir það ekki? Já, hann er eflaust með gameplan, sko. Ef þú ert með töflu á mappinu, þá ertu með gameplan. Já, þú veist, þetta er bara geggjað. Ég finn það. Það verður rosalega gaman að sjá, sko, og einmitt svona hvaða skólar eru með breytina til þess að standa upp sem sigurvegari sem lokim, bara með í rauninu öllum 3 og eins og sagði hann, tækniskólinn verður að telja svolítið líklegur þar. Já. Þannig að það er eitthvað. Og þá erum við komin í gang. Kvennaskólinn í Reykjavík, Kvennó gegn tækniskólanum. Og hérna erum við með Blueberry Boy, sem er geggjað. Ég fíla hann í bláa liðinu. Sýnir strax fyrir að aðeins öðruvísi tempó hérna. Við sjáum að það er meira verið að rekja boltar og svona. Það er náttúrulega, á pappír eru sterkari leikmenn en á samkvæmt skillsetinu, eða samkvæmt skill-levelinu ætla ég að segja, ekki skillsetinu. En það getur oft blekt. Smá mistök þarna. Blueberry Boy hendir Y-Queen öflug. Y-Queen er rosalega í þessum leik og sést í hinum ýmsu mótaröðum. Og allir þessi leikmenn ætla hérna að gíska og sé að spila í einhverjum deildum. Samkvæmt að það er í úrvalsdeildi einhverjum neðar.
Húsik hérna að hreinsa frá og boltanum keyrt upp. Góð sókn hjá Kvennó en það er varist. Kvennó samt sem er að ná að halda boltanum svolítið á vallarlínunni í tækniskólanum. Þetta er frábært skot og þetta er snipp-snapp. Þvílíkt mark. Sjáum þetta hérna rekur hann alveg upp í loft. Bylgjum bara eftir þetta fallega og þetta blöður. Þetta var bara útrúlega fallega. Þetta var clean. Hérna erum við komin að stað á ný. Herri, ég sé að Kvennó hérna, þau eru reið, sko. Þau vilja skora mark. Það sást bara að þeir eru mikla árásargjarnir. Tækniskólinn búinn að koma sér yfir hérna strax í byrjun og halda pressuna áfram. Kvennó hérna sjáum við Vel gert hjá Úsvík að verja mark. eitt sem er svolítið áhugavert, það er mikið teamchat í gangi. Það væri jafnvel gaman að heyra aðeins bara eina sókn, hvað þau eru að segja sín á milli. Því hvað það er í gangi núna, hérna kemur skot. Sjáum hvað boltanum gengur hérna á milli, svakalega hratt. Hann sá ekki manni sem var hérna undir tilbúin að verjast. Víkvín svöng, sko. Hún er, Hungrið í mark. já, hún er mjög svöng. Hún er alltaf að ná... Víkvín. Herðu! Þarna vorum við með heila tilraun. Hérna er sóknin góð, tækniskólinn að reyna að rekja hann inn en það gengur ekki, sláinn fyrir og þá er Sossil hérna í fínu færi og þetta er gott skot, þetta er sláinn Rétt út. sem ég sér af. Tækniskólinn nær að halda hreinu ennþá. Hérna kemur sóknin en tækniskólinn ekki lengi að bregðast við þessu. Tempóið svo mikið hérna að það er bara erfitt að halda yfir þetta. Svo hérna að koma boltanum frá en þá er Ásik mættur hérna. Heldur á floti, þetta er fallega gert en boltinn missar hann aðeins frá sér þarna, engin mættur til þess að taka móti. Tjantíu hérna nær að sprengja sem gerir það verkum að markið var aðeins opnara en Ásik er nú svona mættur. Öflug. Blueberry hendur hann út. Betur en er Sossil að stilla upp í sól. Hérna kemur færið en það dugir ekki til. Stilla hérna saman upp en Blueberry Boy mættur hérna fer í háa pressu til þess að koma boltanum frá. Blueberry hann ætlar í alla bolta. Það er bara þannig. Og hérna kemur Sossil á fluginu en missir af. Þetta skot ekki á markið. Chan TV. Ó, vel gert! Let's go! Hefur smá í kvennaskólanum hérna. Kvennó að jafna 1-1, 44 sekúndur eftir. Tækniskólinn að stilla upp í góða sókn og hérna hendur snippsnapp að klára þetta. Hérna kemur skoti og þetta er frábærlega gert niður á Víkvín en vörnin er góð, ná að halda þessu úti. En pressan ekki búinn frá Tækniskólanum. Sossil missir þessum bolta sem opnar á snippsnappina en Chan TV veran. hérna er Víkvín með skotið en það er varið af Blueberry Boy. Og hérna er frábærlega gert, snippsnapp. Að loka þessu. Give me the eye! Okay.
Þetta var svo fallegt, sko. Þetta kom mér á óvart. Kemur Þetta var snill. Ég hélt að það yrði framlenging. Já. Ég viðurkenni, þetta kom á óvart, sko. Tækniskólinn að tryggja sér sigur þarna þegar 4 sekúndur voru eftir af þessu rándi. Það getur kallað þessu leik. Snipp-snapp með bæði mörk Tækniskólans. Chan TV. Örugglega. Herru, hérna rotateaðu bara. Segja Chan og Shan. Já, bara eins og Væ og Ví. Já. Akkur segir þú Væ? Er þetta ekki Ví? Ég bara veit að þetta er Væ. Ó, er það málið það? Ok, herru, ég byrja að segja Væ. Það kemur það, en já, Tækniskólinn að tryggja sér sigur í þessum fyrsta hluta 1-0 fyrir Tækniskólanum en við sáum það, Kvennó er bara með hörkulegan á móti og þessi leikur er raunverulega bara þvílík skemmt. Já, þetta var geggjað. Og við erum bara komin beint inn í leik 2. Hérna eru liðin ennþá í sömu litum, fara ekki að skipta vallarhelming, það er ekkert sem breytist. Chan TV. Herðu, hann... Tækniskólinn að stilla þessu og nánum upp hægri hluta vallarins en Ásik mættur hérna. Það sem þarf í þessu er svo mikið fléttur, eins og við erum að sjá hérna en mikið frá Tækniskólinn mættur. Ásik eins og hann eldur upp í alla bolta. Snipp-snapp hérna, markaskórarinn úr fyrir verugni með skemmtilegt hérna en hvar kemur? Væ Queen rétt missir það þessum bolta. Þetta hefði getað verið fallegt. Það er þetta samspil, þegar við sjáum þessum fljúgandi samspil, það er draumurinn, þetta skot er gott. Snipp-snapp og Snipp-snappinn með dauðafæri klárar þetta. Hvað er í gangi með Snipp-snapp? Let's go! Olíu. Snipp-snapp, hann er með nef fyrir marki. Herru, þetta var ótrúlegt. Og ég er alveg sammálaður, samspilið þessu er geggjað. 1-0 Tækniskólinn. Hefur séð þessa stöðu áður og við erum líka 1-0 yfir í viðureigninni. Kvennó þurfa að ná fram sigri í þessari viðureign til þess að knýja fram 3. leikinn. Og þarna er Tækniskólinn að halda pressunni heldur betur á Kvennó. Það er ekki að leyfa Kvennó að bara komast neitt út fyrir þessum vallarhelming. Nema núna náttúrulega, bara til ég sagði þetta. Já. En Ásik ekki Herru, Chan TV. Hérna er skoti og þetta er Geggjað. jöfnunarmarkið Blueberry Boy með markið. Þetta var clean. Þetta var ótrúlega flott hjá honum. Ja, Kvennó, let's go. Jólabakar, er ekki eitthvað, það er ekki eitthvað bara að taka til í þessum emotes þarna. Kvennó 1, Tækniskólinn 1. Skemmtilegur þessi fítus að heyra í liðinu. Já. Einmitt. Ógeðslega gaman hérna hvernig stemmingin er bakvið. Á hinum endanum, sko. Já, og heyra það sem voru að fá mark á sig. Fólk er að vinna við let's go. Þetta er Tækniskólinn svo. Kvennó eins og nær að hreinsa þessu frá. Og hérna er Blueberry Boy að keyra hann fram, markaskórarinn. Ásik hérna með þetta ripplar sem bolta bara rotateinn. Það skiptir máli hérna sem við 3 manna sókn frá Tækniskólanum. Væ Queen mætti hérna á kantinn, næra kominu fyrir aftur eða hvað? Nei, Kvennó næra hreinsa þetta frá. En þarna sáum við hvernig Tækniskólinn stilti saman upp í sókn. Voru raunveru komið hlaup á alla kanta, ef maður getur kallað það. Ég þarf að fá lingóið hérna. Beint í æð. Þá er Kvennó í mætti vörðinni eins og er. Þetta var vel gert hérna, boltinn er frýr og Chan TV mætir til að pota þessum inn. Kvennó 2, Tækniskólinn 1. Fallega gert þarna hjá Kvennó.
Þá höldum við áfram 2 mínútur á klukkunni, nægur tími fyrir bæði lið að bæta í. Tækniskólinn að jafna eða Kvennó að gull tryggja sér þetta. Kvennó komin bara on the offense. Já, Kvennó hörkursók. Sossil mættur þarna nær mikið Blueberry Boy hins vegar nær frákastinu. Og hérna kemur skoti frá Chan TV en það framhjá ekki mættur til þess að taka mót sem bolta og þá snúum við. Væpin hérna framlengir þetta og þetta inni? Nei, þetta rétt framhjá. Heiðarleg tilraun, heldur betur. Hvetjum þá sem hafa ekki prófað þessi leikur free to play í dag. Þannig að það Já, hann free to play? Jú. Það geggjað. Hérna sjáum við Tækniskólann mínútan eftir vilja ná markinu til að jafna þetta og þannig kemur skoti en það framhjá Blueberry Boy með boltan kemur hann frá en snipsnapp mættur stelum á hann Chan TV hins vegar komin hann í rótetinu en ekki með neitt boost til þess að vinna með. Þá Væpin hérna en hún sprengd í loftinu og þetta gætur hættulegt. Þetta kom Úsik á siglingun og hérna markið frá snipsnapp. Tækniskólinn að henda öllu í þetta. Shoutout á Dingo. Tvö, 30 sekúndur á klukkunni. Kvennó með boltann, hérna Tækniskólinn með skoti og þetta lítur við inn í snipsnapp að loka þessum leik eða hvað? Aftur. Snifður gegn Sossilinn er komin fram. Úsik með Þetta var úrvalsdeildar fucking play. Hvað ég að kalla ykkur? Úrvalsdeildar einhvern veginn play, náðu ekki alveg hvað var sagt um það. En þetta var snirtilegt mark. 20 sekúndur, Tækniskólinn búinn að snúa þessu við, verða að skora hérna núna, það gerir Kvennó. Ég bilast. Annað mark. Það má ekki blikka. Annars missur af einhverju. Ég er með það. Góðum. 17 sekúndur á klukkunni. Þetta getur verið 4 mörk í viðbót með þessu áframhaldi. Maður þorir ekki að fá sér vatnssopa hérna einu sinni. Leikurinn kominn af stað aftur. Minnum á Tækniskólinn 1-0 yfir í viðuregninni. 10 sekúndur eftir á klukkunni hérna. Svo fyrir við framlengingu. Úsik með boltan. Herðu. Þegar við haldum þessum bolt á loftu liðan snert í jörðina þá hættir það klárast leikurinn. Gerir það hérna framlenging hjá Kvennó og Tækniskólanum í öðru leiknum. Nú er það bara golden goal. Fyrst til að skora vinnur Sossil með boltan. Rekur þetta framhjá, er þetta ekki bara inni? Nei! Væpin mætt þarna. Stjórna þessu, hérna kemur skoti Blueberry Boy. Fullkomna þrennuna. Let's go. Við vinnum þetta. Og við fáum leiki viðbót núna. Hvað í gangi? Ég þori ekki að anda, sko. Hérna sjáum við það 3 mörk hjá Blueberry Boy og Chan TV með markið hérna meginn. Snipsnapp með öll 3 fyrir Tækniskólann. En Blueberry Boy sneri þessu algjörlega við. Ekki fyrir þetta, þetta er liðsport, ég ætla ekki að henda þessu bara á eitt, sko. Nei, það voru allir að standa sér þannig, sko. Þetta var bara svo skemmtilegt. Herðu, ég þorði varla að blikka. Það var bara mark. Svona viljum við hafa þetta. Við viljum meira af þessu og það er það sem við erum að fá hérna þegar þriðji leikurinn fer í gang. Kvennó gegn Tækniskólanum. Loka leikurinn í rimmunni. Það lið sem vinnur þennan leik vinnur viðuregnina og þetta er toppslagur. Ég minni á það, Chan TV hérna með boltan, rekur hann upp en Væpin mætti hérna til þess að hreinsa nærði ekki boltinn í loftinu og Sossil mættur hérna en það dugir ekki til. Ásik keyrir hann fram hinum megin. Blueberry Boy mættur hann í vörðina.
Og hérna boltinn komið fyrir en Chantiví nær að koma sér frá. Væqueen skilur hann tilbaka en Kvennó þegar nú segja komið í sókn og þetta skot gott en þetta rétt framjá Sossin þarna og klárar þetta. Kvennó 1, Tækniskólinn 0, þetta marka veistla. Fuck, já. Við erum með leik. Ok. Tækniskólinn. Kvennó 1, Tækniskólinn 0. Tækniskólinn að koma sér í sókn. En Kvennó nær að stoppa það, kýlir boltanum fram, Væqueen mætt og kemst inn þetta, skoti hérna, það enginn í vörninni en Sossin mætir hann á síðustu sekundinni, ósik ætlum við að segja, mætir hann á síðustu sekundinni til þess að verjast þessu. Það kemur skotið en Væqueen í markinu. Væqueen með boltan, ég held hún, það hreinsa af henni. Sossal ekkert að leyfa henni að koma nálægt markinu, sko. Nei, hún virðist vera að leysa svolítið varnarhlutverki hérna en boltinn á lofti hérna fyrir Tækniskólann. Náum yfir á varnarhlutverki hjá Kvennó en Kvennó nær að hreinsa en Væqueen stingur sér inn í þennan og þarna missir Snipnab rétt svo af boltanum. Húsig hérna í loftinu, boltinn kýldur fram aftur og þetta er bara búinn mættur en Tækniskólinn les þetta, kemur boltanum hérna fyrir eða hvað, hérna getur skotið komið frá Væqueen, þetta er mark! Væqueen með sitt fyrsta mark í kvöld. Jafna leikinn fyrir Tækniskólann, 1-1. Síðan. Ég er sammála með samspilið. Það er geggjað hjá Tækniskólann. Snipnab! Þarna er Snipnab bara að koma Tækniskólanum yfir bara úr miðju spilinu. Allt galopið. Chantiví gerir heiðarlega tilraun til að komast inn í þennan en nærði ekki og Tækniskólinn er komin yfir. Þetta gerir svo hratt. Tækniskólinn kýlir boltanum fram, Sossin svo að mættu og Snipnab Chantiví ver. Úsik með skotið og markið. Tækniskólinn er komin í gang. 3-1. Heldur bara áfram að vera aggressív. Heldur bara áfram að vera aggressív. Það er að virka. Og þá höldum við áfram. Kvennó núna í ansi vonda stöðu en þó ekki ómögulega. Mega ekki fá annað mark á sig. Það er eins og það sem Úsik ætlar að gera hér. En framhjá er hins vegar ennþá á hættulegum stað en Chantiví nær að hreinsa vel þarna. En Væqueen mætt hérna og smá hjáleikur þarna. Þetta er hættulegt, sko. Hann mætti hérna til þess að þetta frá. Tækniskólinn er núna fljótur að koma. Það er svo fljót í vörnina. Skilja ekkert eftir opið. Snipnab hérna líka tilbaka. Væqueen mætt hérna. Það er ekki að stýra sem bolta á markið og þá snýr Kvennó í sókn. Snúpur í bói hérna, sendur henni yfir á Chantiví. Boltinn kemur fyrir en Snipnab hreinsar þetta frá. Sossil mættur til að taka á móti en þetta eru mistök og þetta eru eitthvað mark, nei! En þetta er skotið hérna núna. Það var svo nefnt, sko. Herðu. Boltinn hérna fyrir Væqueen með fyrirgjöfina yfir á Snipnab. Kvennó nær að snúa vörninsókn. Þetta er frábært skot af eigin vatnarhelming ef ég sá rétt og Sossil með markið. Þetta er ennþá ekki búið. Þetta er ekki búið. Það er rétt hjá honum. Rétt yfir miðju.
Tækniskólinn 3, Kvennó 2 og þetta er hættulegt hérna. Og er þetta ekki bara markið? Nei, þetta er svo tætt að þetta slóa líka! Og þessi, Ísland aftur! Herðu, ég bilast. Kvennó svo nálægt til að jafna þarna. Þá snýr Tækniskólinn í sókn, Kvennó. Nú mun liggja á því núna síðustu mínútuna. Boltinn hérna kemur fyrir, Snipsnap mættur í vörðina, nær að kýla boltanum fram yfir að vallarhelming Kvennó. Eitt mark í viðbót, gæti klárað þetta fyrir Tækniskólann. Þannig að boltan. Þetta er gert. Er þetta markað? Nei. Hann er að hreinsa hann frá. Snipsnap hérna nær að kýla fram, 20 sekundur eftir á klukkunni núna. Úsik hérna með sendinguna fyrir, núna verður Kvennó að koma sér í sóknina. Tækniskólinn bara að halda boltanum þeirra vallarhelminga. Þá kemur Blueberry Boy með langu sendingu til sláinn aftur. En þetta aftur í stöngina, Sorsinn, en Snipsnap með þetta. Og þetta er skot hérna. Og þessi bolti snerti jörðina og Tækniskólinn búinn að vinna. En Vikvík skora bara til að leggja naglan í kistuna, hennar annað mark í kvöld. Það er allt sem hann skrifaði. Og Tækniskólinn sigrar þetta 2-1. GG. Ég er stoltur af ykkur. Ég er stoltur af ykkur. Já, þetta var geggjað. Frábær leikur. Tækniskólinn 2, Kvennó 1 í þvílíkri viðurinn. Ég hélt sko að fyrri leikurinn ég hélt það var hiti. Hvað var þetta? Hvað endaði mikið af boltum frá Kvennó í stöng eða slá þarna síðustu mínútuna? Ég er að segja það. Það var að vera að tísa okkur með markinu þarna, sko. En Þetta var alvöru leikur á háu plani, fullt af mörkum skoru. Ég held að allir hreinlega skora mörk, en sérstaklega Blueberry Boy og Snipsnap. já, nákvæmlega. Og síðan þetta í endan. Boltinn það bara snerti og er búin að vinna. Já. Nei, Vikvín mætt. Hendur í 1 mark. Akkur ekki. Emilia aðeins að bögga þarna Já, hún var að hérna pushing buttons, sko. Heldur betur. Heldur betur. Ég fíla það. Já, 100%. 100%. Það var einhver skrifað easy í framhaldi líka. Já, menn þú verður ekki Diamond 3 og potas aðeins, sko. Já. Það er svolítið þannig. Það er svolítið þannig. Næsta viðureign verður síðan Menntaskólinn í Reykjavík gegn Menntaskólanum á Egilsstöðum. Við förum aðeins yfir hana hérna áður en hún byrjar, en þessi leikur sem var að klárast var náttúrulega toppslagurinn og líklegast er Tækniskólinn bara hreinlega að tryggja sér toppsætið í öðrum riðli. Já. Þetta var, ég var alveg búast við miklu, sko, en ég bara, það var eitt tímabil þar sem ég gæti ekki talað, ég var svo invested. Ég var bara, hvað er að fara að gerast núna? Þess vegna erum við bæði hérna, þá getur einhver talað. Þannig að þetta var, já, þetta var skemmtilegt. Já, það er ekki ofta ég verð orðlaus, sko, en þarna var ég bara... Líka bara hvað leikurinn var fram og tilbaka og hvernig bæði lið unnu svo vel saman og maður sá einhvern veginn hvað sóknirnir á Tækniskólanum urðu skipulaðar þarna í lokin. Það bara kom eitthvað, það kom bara eitthvað. Já, ég er alveg sammála, það er geggjað, sko. Herri, það eru fleiri en að skora stig á Instagram. Ég veit ekki alveg hver þetta er. Já, jú, ég hef séð þess áður. Já. Hún er amazing, sko. Hvað ert að bjóða upp á hana? Hún er amazing, talented og amazing. Herru, þetta er... Omelett og guacamole? Já, guacamole, omelett og guacamole og bacon. Maður þarf að vera versatile. Já, heldur betur. Þetta er ógeðslega gott, sko. Já, örugglega. Ég var eiginlega bara svona að taka til henni í skápnum, sko. Já, átti bara akkurat fresk guac og gæst post-vilti og líka eitt fancy upp og... Já, þú veist, átrjóks. Já, ég er bara ánægð með þetta. Svona, já, takk fyrir. Já. Ég tek þig kannski einhvern tímann í kennslu. Algjörlega, ég hef ekki tekið mynd af kvöldum mínum, en það er svo. Hérna, við snúum okkar að Menntaskólanum í Reykjavík gegn Menntaskólanum á Egilsstöðum, MR á móti ME. Þetta er, fyrst þegar ég sá nickinn þá hélt ég þetta að vera óður til þín, því að það heit allir Cuz, en ekki, ég las Cruise fyrst, sko. En þetta er Ólafur Jökull, Gabriel Davidsson, Davidsson og Sölvi Guðmundsson. Þetta eru Critman Cuz, Bloodman Cuz og Spangbub.
Spank Bub. Og þeir eru Platinum 2, Gold 3 og Diamond 1, þannig að þetta getur nú orðið ágætis viðureign því á menntaskólanum á Egilsstöðum. Þá erum við með Markús Mána, Tómas Viðar og Ask Egilsson og þetta eru The Wizard, The Sword og The Rocket Man. Ég fíla líka The. Hvaða nikk þú að vinna með í dag? Donut? Herði, það Donut Cruise, Já. en stundum það Cynical Turd. Cynical Turd, já. Yfirleitt það Donut Cruise en Cynical Turd þegar ég að spila Warzone. Já. Og Warzone eiginlega einn tölvuleikinn sem ég spila núna. En Já. Ég hef að fylgjast þess með honum í gerð. Það áhugavert. Ég hef alveg eftir að detta inn í hann, sko. Ég þarf að prófa hann. Í Warzone? Nei, það Warzone. Já. Ég hef að spila Warzone allavega einu sinni. Mér sér til on cam. Við slum kíkja á stöðuna í Rocket League deildinni eins og hún núna. Reyndar eftir að bæta inn tækniskóla Seyrunum hana sem eru þá komið með 8 stig í riðli 2. En já, allavega. Kvennó hérna í fyrstættinu eins og stendur hann tækniskólinn í öðru og BOS með 2 stig síðan í þriðja og hinum meginn þá menntaskólinn á Tröllaska á toppnum eftir sigurinn áðan og MH í því öðru. Þannig að sá leikur þar sem að Framhaldsskólinn Laugum var að tapa á móti menntaskólinn Tröllaska var að koma Tröllaska á toppinn. Herðu, geggjað. Vel gert. Mikið rétt, ég mista það. Getum við fengið þetta aðeins aftur upp? Bara hvernig staðan live? Þannig að við séum með hérna á hreinu. Menntaskólinn í Reykjavík og Menntaskólinn á Egilsstöðum eru hvorugt komin með sigur. Þannig að þessi leikur gæti verið botslagur. Já, ok. Þannig að, það verður það sem við nú fylgjast með hérna núna næst. Endur svo á Menntaskólanum á Ásbrú gegn Versló og við erum með hérna hliðarkeppnina. Ég býð mjög spenntur eftir hvort það séu fleiri myndir að detta inn og minnum bara á hashtagið Freeze21 fyrir þá sem er að fylgjast með. Kæja. Það er hellingur þar, þannig að ef við eigum eitthvað meira þá munum við sýna það hérna á meðan við erum að þessu. Donna, af því sem við erum búin að sjá í kvöld, hvað er það svona sem að þér finnst búið að standa upp úr í spilamennskunni? Er það hvernig liðin spila saman, er það þessi einstaklingsmörk? Hvað er það svona sem að fær þig bara til að wow? Sko, ég náttúrulega elska samspilið, það er geggjað og líka bara, þetta alveg frekar svona allt að gerast ótrúlega hratt. Já, þú getur líka verið aftast á vellinum samt með í sóknum og kemur svo hratt inn. Einmitt. En það kemur mér alltaf á óvart þegar þau svona sníka inn marki. Þarna erum við, leikurinn byrjaður, þetta Menntaskólinn í Reykjavík gegn Menntaskólanum á Egilsstöðum og við viljum bara tala um MR og ME sem eftir þessum leik. The Cripman Curse. Og Spank Bub, það er svakalega nýttur. Ég elska góðum. Cripman Curse, Spank Bub. Er búinn að vera mjög sterkur í Freeze hingað til. Hérna Menntaskólinn á Egilsstöðum að pressa á en missa þér á Dr. Heaven hérna. Við vorum nú ekki eins og með Dr. Heaven á lista. En þegar við sjáum hverju hinum eru, þá vitum við það. Hjá Menntaskólanum á Egilsstöðum. Menntaskólinn Reykjavík að pressa aftur en þarna nær Menntaskólinn á Egilsstöðum að hreinsa frá. Við erum með allt önnur nikk hérna. Með hreinsa hérna Spank Bub með skoti yfir en Dr. Heaven nær því. Hérna kemur svo skoti á Spank Bub og þessi inni að hvað? Nei! Það verja. Það að verja þarna. En MR að pressa og heldur pressunni heldur betur í gangi. Tómas Viðar. Já. Það The Sword. Það The Sword. Já. Með hérna og Menntaskólinn þetta allt öðruvísi leikur við sáum áðan, þar sem hann var miklu opnari. Hérna er þetta meira svona kraðak en þetta er hættulegt því að þarna var boltinn fyrir opnu marki en ME nær honum ekki þarna. Nær ekki þessu fyrsta skoti. Missir það en hérna er doktorinn að reyna að klína þessu inn. Gengur ekki.
Þetta er vel gert hérna. Er þetta markaða? Spengbab. Þetta kemur Spengbab með sláinn. Bjargar ME þarna. Markus Máni. Þetta eru rétti menn. Það vantar bara nikkinn á þeim. Bara annan nikk. Hérna er Dr. opið, Heaven í frábæri. Þetta er sjálfsmark. Nei, þetta er ekki sjálfsmark. Spengbab var komin yfir og þarna hefði vörnin hjá doktornum kannski þurft að vera aðeins grimmari. Hleypir Spengbab þarna yfir sig og Menntaskólinn Reykjavík komin í 1-0. Allt almennilega. Það er ekki mikið pepp í gangi hérna. Það er ágjör að því. Svona leikir vinnast á stemmingu þarna. Já, það er rétt. Það er ekki mikil samskipti í gangi, bara svolítið verið að spila. Crippin Curse. Það hendur þessi Digital Curse mættir þetta sem beint á eftir okkur. Hvernig þetta sé óður að þessi menn séu líka að spila í slott. Það er stóra spurningin. Hérna er boltinn fyrir, þetta hlýtur að mark fyrir Menntaskólann á Egilsstöðum. Það er rétt Markus Máni. Potar honum inn eftir sendingu frá sjálfur sér. Æ, kom on, Þú. Er helviti sterkt að gefa sjálfum sér stóðsendingu? Já, ég meina, þú veist, hann vill bara fá mark, þá bara sér hann það sjálfur. MR 1, Menntaskóla Egilsstöðum 1. Hérna í þriðja leik kvöldsins. Hérna er hætta, Dr. Heaven með heila tilvöðna en hann gengur ekki. Boltanum komið fram, Menntaskólinn Reykjavík í sókn. Þetta skot er gott en vörnin er líka góð. Markus Máni með hana. Boltinn kom yfir en Menntaskólinn Reykjavík stillir upp í aðra sókn. Sjálf það eru allir leikmenn Menntaskólans Egilsstöðum. Hann er komið fram hjá tveimur og boltinn er óttinn á markinu. Þetta mark hjá Crippin Curse til fyrirmyndar. Það var vel gert hjá honum. Ég feik þetta, hvað er vinstur mig? Hann tekur þetta. Heyrðu þetta? Boltinn er mjög mikið á loftinu í þessum leik. Þannig að sjáum við Menntaskólinn Egilsstöðum reyna að koma boltanum fyrir mark Menntaskólans Reykjavík. MR leiðir 2-1 núna og þarna nær Spengbab að hreinsa þetta frá en Menntaskólinn á Egilsstöðum komin í sókn á ný. MR stillir upp hérna, Dr. Heaven missir að þessum bolta, Bloodman í góðri stöðu hérna. Þá er Menntaskólinn Egilsstöðum liggur á þeim en þetta skot kemur boltanum þarna fram og Bloodman Curse gat fyllt á eftir hann, það næri ekki Spengbab, hins vegar kemur boltanum fyrir, er einhver mættur í hjálpina? Nei, boltinn kemur frá. Chipman, hinum megin. 5 sek eftir. Markaða. Hérna verður Menntaskólinn Egilsstöðum að skora en þessi bolti er ekki á lofti og það þýðir að MR sigrar fyrstu viðureignina. MR 1, MR 0. Spengbab og Crippin Curse með mörkin fyrir MR. Markus Máni með markið fyrir Menntaskólann á Egilsstöðum og þessi leikur allt öðruvísi en svo síðasti. Já, það var hérna, þeir eru að vinna með smá defense, sko. Maður sá líka og eins og bent á að samskiptin lítil hana allavega sko í voice state, ekki nema allir sittir bara hlið við hlið. Það er ekki flóki í þessu ítil ákveðna stemmingu og hérna eru allir að hlaða sér inn á völlinn og leikar að hefjast. MR 1-0 yfir. Menntaskólinn Egilsstöðum verður að vinna þennan leik til að knýja fram oddaleikinn. Við höfum ekkert fengið oddaleik, ha? Jú, í síðasta leik.
Já, auðvitað. Hamburger, já. Það er allt að gerast svo hrætt, sko. Ég næ ekki að fylgjast með. Kent COVID þetta. Já. Markus Máni hérna í slag á miðjunni við SpengBub. Það er að koma boltanum yfir á vallarhelming Menntaskólans í Reykjavík. Þetta er nú bara heiðarleg tilraun til sjálfsmarks hérna hjá Krypmenn. Það vissi út á hvað það var að gera. Dr. Heaven hérna. Tómas var hreinsar út af mappinu þarna í... Já. Núna er MR í sókn. Þetta er hættulegt því að hérna ætti SpengBub að geta komið með sóknina en það er hreinsað frá af MR. Boltinn í áttina af marki hjá MR. Tómas var með skoti en SpengBub nær að verja þetta. Dr. Heaven hérna reynar að koma boltanum fyrir. MR verjast. Þannig missir Dr. Heaven á hann. Nær samt að spilnum inn á miðjuna. Spilnum hvort að fá hjálpina hérna. Engin mættur þarf að gera þetta sjálfur. Þetta er svo hættulegt. En tveir í markinu. Markus Máni nær að hreinsa þetta frá SpengBub. Framleggir þennan bolta. Við kemur aftur í átta að marki. Tómas er með skot. Herðu, rétt svo missir á honum. Það er reyndar mest pirrandi við að spila leik, það er hversu oft ég tímasetið illa. Já. Það er alveg hrikalegt. Mér líður eins og ég sé búinn að skora, ég náði að byrja að fagna og svo missa. Já. Hérna er boltinn komið fyrir SpengBub að bara dribbla honum hérna inn en nær ekki að klára þetta. MR nær að snúa vörð í sóknina aftur og MR þurfa að hreinsa. Krypmenn Köðans nær að koma þessum bolta fram og Það hefur hérna núna meðan fyrir MR kemur honum fram hjá öllum. Nei, það var í talan og baki boltan. Það er þess að æsandi hann með óþörfu. SpengBub að kynna hann hérna fram. Dr. Heaven vera með henni. Hérna er Krypmenn Köðans. Það reyna að koma fyrir, gengur ekki, en þessi bolti endar fyrir henni þegar Markus Máni mætti til að hreinsa. Markus Máni er búinn að verja þvílíkt í dag. Tómas Öðrarna nær ekki að breyta þessum bolta en SpengBub er í frábæri stöðu og hlýtur að klára þetta. Menntaskólinn í Reykjavík 1, Menntaskólinn á Egilsstöðum 0. Það var gert. Hvað býr eftir? Það fyrir auðvitað eftir hvað? Já. Leikar hafnir á ný. Eins og við heyrðum þarna, þá er stemmingin í MR ekkert að, það er ekkert verið að rífa þakið á húsinu þegar að einhver skorar. En þetta var ættilega, kom bara breyti stefnum og óþarfist á. Hérna er skotið frá MR og þetta er í slöngina. Svo tæft þarna. Það eru Krypmenn Krypmenn Köðans. Hvað sagði ég næstu í Kröss? Já, Crush. Herðu, þú ruglaði mig á hann sko með að kalla mig Kröss. Það er bara að valda sig. Hérna sjáum við þetta komin aftur inn á miðjuna. Dr. Heaven að reyna skilnum en Bloodman Köðans mættur hana. Sé minnst af Bloodman Köðans af þessum frændum. Sé tala sem meira á Krypmenn Köðans. Dr. Heaven að kýla boltanum fram. Fína sók, kemur hann fram hjá en þá Krypmenn mættir til þess að hreinsa þetta. Slagur hérna á kantinn, dettur aftur fyrir Krypmenn sem er nær skotinu en Markus Máni hlýtur að eiga þennan, stýrir honum beint á markið og nær síðan að fylgja eftir frákastinu og þetta gæti verið hættildina en MR fljót af þessu frá. Markus Máni með mark. Þetta var geggjað. Þetta marka fyrir Óla Potter. Markus fucking alltaf um að klutsa hann maður. Ég fyrir að slappa. Herðu, 1-1 á mínútu eftir. Þetta er aðeins meira... Já, þetta er aðeins meira, hérna... Þetta er aðeins meira, hérna, svona taktikal. Já. Það er ekki jafn mikið hitu á þann, en þeir eru aðeins svona að passa sig og...
Ég er að upplifa svolítið mikið líka bara svona mót, bara svona að leysa úr öllum aðstæðum, en þetta er langskoti frá Dr. Heaven til að koma Menntaskólanum á Egilsstöðum yfir. Þetta er bara nánast frá marki ME, nei, ME, ætla ég að segja. Þá eru síðustu 25 sekúndur eftir. MR þurfa að jafna hérna. ME að koma sér í oddalegur stænunum. Hann er mættur hérna, Quitman Curse. En næri ekki að klára þetta. Það er Bloodman. Þetta getur verið hættulegt. Fyrir markinu og hérna Tómas Viðar mættur á siglingunni, næri ekki að stýra þessum inn. Og núna verður MR að skora. Það er búið. Menntaskólinn á Egilsstöðum að vinna leik 2 og það þýðir að við erum að fara í leik 3. Það er skemmtilegt. Það er geggjað. Spangbub með markið fyrir MR, Markus Máni og Dr. Heaven með mark hvor fyrir Menntaskólinn á Egilsstöðum og já, núna fáum við að sjá hvort liðið það verður sem að næra að landa sigri hérna í þessum oddaleik. Hvorum megin heldur þú þetta falli? Sko, ég veit ekki, en ég held að MR sé aðeins agressívar. Já, ég var með sömu tilfinningu, en MR síðan kemur núna og vinnur 2-1. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta fer. Þá eru leikar hafnir á ný. Oddaleikurinn í viðureigninni, botnslagurinn í riðli 2. Byrjar að kýla boltanum á milli. Það er opið sko. Markus Máni hérna að hunsa frá, fyrir að betra en enginn í markinu, svo mikið víst. Það verður fullt af boltum og þetta er sláinn hérna á ME. Þessi bolti er laus, slagur hana, en doktorinn næri ekki að skilunum á markið, en Spangbub er mættur hérna, það keyrir hann fram, markið er aukt og þetta hlýtur að vera mark. Spangbub kemur Menntaskólinn í Reykjavík í 1-0. Nej, så lidt. Det er bedre. Og hjerta. Ja. Og einu sinni er náttúrulega þakið að rifna af MR í stemningunni. Ég finnst það má allavega ímynda sér það. Já, það heyrist að strákarnir eru mjög einbeittir sko. Ég verð svo æstur í svona. Og hérna er Spangbub nánast búinn að skora á ný. En ekki svo gott í þetta skiptið. Þá keyrir, ætlaði ME að keyra í sókn, en Tómas Viðar hann fyrir sendingunni. Að ræna saman í boltan. Tómas Viðar snýr vitlaust í lendingunni, er ekki að fylgja þessu eftir, en hérna kemur skotið, sendingin fram. Og ME að reyna að koma svo á markið, en það eru mistök í vörninni. Kösarnir tveir að reyna að koma markið í það, en það gengur ekki. Blöknum Kös er með tækifæri þarna á rétt fyrir framhjá aðeins boltanum. Hérna var Spangbub sem er allt í öllu hjá MR, en þá er Dr. Heaven í góðri sókn. Quitman Kös mættur í vörnina að næra að stoppa þetta. Boltinn hins vegar fellur þetta fyrir, en MR-ingar ná að koma þessu frá og keyra upp í sókn. Blöknum Kös í miðjunni, tilbúinn að taka móti og var rétt staðsettur, en nær bara ekki að stýra honum á markið. En með heppnir hann að komast upp með þetta. Hérna kemur skotið frá Dr. Heaven. Hann er að jafna leikinn fyrir ME. Kom on! Heiðar, go! Er með þetta? Það er stemming. Það er góð stemming. Þeir heyrðu í þess. Við þurfum að senda, já, ME, hörku stemming fyrir austan. Við þurfum bara að senda þeim betri mæka þarna. Það er erfitt að greina hvað það er að segja í stemmingunni. Búm, hörðu, það er opið fyrst það er sprengdu. Svo þetta spóna aftur. Eitt hérna í þessum oddaleik.
MR með fyrsta markið, Menntaskóli Egilsstöðum jafnaði og núna þarf annað liðið að finna sigurmarkið. Það gæti verið markið sem að sigra Viðureigna. Dr. Heaven með skot. Þessi bolti hættilega Spengbjörg stýrunum fyrir en Bloodman Curse mættur undan til að koma honum frá. Hérna kemur boltinn fyrir aftur, enginn eins og er til að taka á móti þannig að Spengbjörg kemur þessum frá. Dr. Heaven hérna reynir áfram. Þetta er það sem að Menntaskólinn Egilsstaðir gerir. Þeir liggja bara á að ná öllum boltum og einhvern veginn sko meðan að MR kemur meiri svona sprengikraft yfir allan völlin. Nýta plássið. En með hérna í einhverju veseni annar með hvað er að gera boltan og þá er Crippman Curse ekki lengi að koma honum frá. Nú þurfa einhverju að koma inn í fyrir MR því að Crippman ætti að ná skilinu þangað. Nei, Dr. Heaven kemur og stoppa það. Þá hlaða MR í sókn. Ná komum boltan mjög á vallarinn MR, ekki lengi þó. Markus Máni hérna að búinn að skila þessu úr markinu. Frábær yfir að fyrir þar. Já, létt. Hérna liggur boltinn fyrir á hættulegum stað en Spengbjörg nær að koma þessu frá. Keirir bara beint í sóknina, frábærlega gert Sólarinn 2 upp úr skónum. Hann bara að gefa hann yfir en þá bara, doktorinn, hann vill ekki hafa hann lengur og losa sig bara við hann. Það er mínúta eftir og það er jafnt. Mínúta á klukkunni. Markus Máni liggur í markinu. Það er kannski best þegar að sóknin er þung og lítið er eftir. Egilsstöðum ekki alveg að vinna saman þarna og það gerir að verkum að Crippman er mættur þetta. Nær að koma þessu bolta, Bloodman kemur síðan í skotið en ná að stýra því frá markinu. Dr. Heaven hana með boltan, Tómas með honum en þá er boltanum stýrt að marki MR. Markus Máni mættur hana til að taka mót honum. 10 sekundur á klukkunni. Markið þarf að koma núna fyrir sigurliðið. Annars erum við að fara í framlengingu. Golden Goal, hérna kemur skotið. Það er framhjá. Svo framhjá. Tómas er. Þessi leikur er búinn. Framlenging. Golden Goal til að skera úr það hvort liðið sigra þessa viðureign. Gullmarkið, má það á íslensku? Er það við ekki? Dr. Heaven hérna með skot en ekki bara klára þetta? Nei. Spengbjörg mættur hana og enginn hjálp að fá. Eða hvað? Markus Máni hérna með skotið. Dugði ekki til. Áfram höldum við. Dr. Heaven hérna. Þeir eru að vanda sig sko. Held betur. Bloodman. Spengbjörg með skotið. Það virtist vera einhver Markus allavega var á sínum stað. Já, það er rétt. Og þá er keyrt fram, markið er opið, Menntaskólinn á Egilsstöðum, Tómas Viðar tryggir MR sigurinn hérna. MR búinn að liggja á MR alla framlenginguna. En það er Tómas Viðar sem við erum ekki búin að sjá mikið af í allri viðureigninni sem mætir og klárar þetta. MR kannski bara búinir að, svona setja of mikið fram. Já, þetta kom mér á óvart, sko. Ég hélt að MR væri með þetta, en það er svolítið meira ákveðlík, maður veit aldrei. Allt galopið hann tilbaka og eins og við tölum þetta var allt öðruvísi leikur en leikurinn á undan og við fáum örugglega allt öðruvísi leik þegar Ásbrú, Menntaskólinn Ásbrú og Verslunarskóli Íslands mætast í næsta leik. En þetta var einhvern veginn samt sem áður svo galopið og fyrirfram, fyrir úrslitaleikin, þá átti ég von á að MR væri að fara að taka þetta. Já, rétt. Ég hélt sko að MR myndi taka þetta. Þeir voru miklu svona agrísavari fyrst. En svo sást bara að MR, þeir voru að hugsa the long run, skilurðu. Minnum svo fólk á að fylgja Frís á Facebook og Instagram og slíkt því að það eru fullt af öðrum leikjum í gangi sem við náum ekki að sýna í sjónvarpinu. Allir þessi skólar að mætast innbyrðis í öllum 3 leikjunum
og já, það náttúrulega þýðir þá að það er bara nóg að horfa á. Skólinn er að streyma sjálfur. Við ætlum í stutt auglýsingahlé áður en við komum tilbaka með Menntaskólann á Ásbrú gegn Versló. Hvort að reyna að fara í hnífinn. Herru. Bjarni tekir út. Hvert er Raxi að fara? Næja, tók sem tíma en hún fann þetta. 1v1. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Er ekki allt í lagi? Enn einn dagurinn sem ég veit ekki hvað er besta fyllan. Ekki velkjast í vafa. Vertu á verði. Lægsta verði. OB. Red Bull veitir vængi. En það er ekkert leyndarmál lengur. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, velkomin aftur. Þetta var stórkostlega síðastklippað þarna, menn að týnast og eitthvað skemmtilegt. Þannig að sáum við einmitt Bjarna leikmann Döst í meistara Vótafótdeildarinnar og stórmeistaramótsins og Reykjavíkurleikana. Það eru alvöru. Titill. Já, einn af þeim sælistu hérna upp á síkasti að týna bombuna þarna, sem var skemmtilegt. En við erum að fara að snúa okkur að leik Menntaskólans á Ásbrú og Versló. Lokaleikur dagsins og já, við hverju býstu þarna? Svona fyrirfram, hvort myndir búast þið Ásbrú eða Versló væri sterkari Rocket League skóli? Sko, ég veit ekki af hverju, en ég held að sé Versló. Já. Ég hef heyrt að það sé mjög mikið Rocket League menning í Versló, sko. Förum aðeins yfir liðin. Ef við byrjum á Menntaskólanum á Ásbrú, það er Bjarni Þór Hólmsteinsson, Jón Ingi Birgisson og Þórður Andri Kristjánsson. Munksy Grjóni Góðsögn, sem er geggjanikk, og Svarthöfði, þeir eru Champion 1, Diamond 1 og Champion 1. Í Versló þá erum við með Elliot Benjamin, við erum með Róbert Loga og við erum með Dagbjart Óla og þetta eru Sir Nils Olaf, Róbert Logi og Dabbi Krabbi. Dabbi Krabbi, þetta er ekki flókið, sko. Þetta er ekki flókið, Það er Dabbi Krabbi. Diamond 2 og Platinum 3. Sem er, já, fín hópur. Það er ekki. Við kíkja aðeins á hashtagið Freeze21 og sjá að það er vist eitthvað meira að detta þar inn. Þetta er hann Axel. Já, það er laxinn. Það er laxinn. Já, herðu, þetta er, hvað er þetta? Erfiðasti leikur hingað til, skrifaður erfiðasti tvisvar og skrifaður líka það sem ég er að segja núna, einn leik eftir sjónvarpsþátt morgun. Já, þetta er þægilegasta setning sem ég hef þurft að lesa í sjónvarpi. Og það var vist ekki bara ein, það voru tvær. Herðu, ég fíla. Og skora stig leik. Já, þarna. Teljum plöturnar, hvað er þetta margar? Þetta er þungt, sko. Teknikólfið okkar er að reikna þetta út. Þetta er þungt. Það verður að tala um 120 kíló. Já. Það er mikið fyrir leik, sko. Ég peppa það, sko. Hvað ert þú að taka í bekk? Við erum ekkert að fara að ræða það hérna. Ég hef nefnilega ekki séð þig, sko. Sko, já. En ég tók mig pásu í COVID og á mjög erfitt með að koma mér aftur í gang. Já, pása. Það er mikið verið að minna mig á að rækta sér alveg búin opinn. Já. En takk fyrir að segja mér svona í beinni, mér líður ógeðslega vel með. Nei, sorry, ég hef ekki séð þig í nokkur ár. Ég held ég hef aldrei séð þig í ræktinni. Ég er alltaf á ræktinni. Já, við förum bara ekki á sama stað greinilega, sko. Hvert ferð þú? Við erum ekki að fara að gefa frítt sponsor með það hægri vinstri eitthvað að ræða þetta. Segðu bara að þú færð ekki í ræktina, þú mátt alveg segja það, sko. Þetta er ekki heitan pót í garð, þá er ég miklu duglegri að vera bara þar.
Þannig að þú veist, það er svona. Bjarni Þór Maxi talar að við munum bara sjá hann á jörðinni, fara búst þar. Já. En Jón Ingi með mjög góða lýsingu á sér sem leikmanni. Ég svo hundur, eina sem ég gerir að elta boltan. Ég fíla það. Mér finnst það bara heiðalegt. Elliot döngur, gæti döngað alla á fljúgandi bíl blindandi, segir hann. Eitthvað sannræna það? Já. Hann getur sannrænt að ég leiknum hérna eftir smá stund. Þannig að þú veist, það er mismunandi svona hvernig fólk að stilla sér upp hérna fyrir þetta. En svona á pappír, með þetta, þá ætti Ásbrú að vera í sterkari stöðu. Það er svoleiðis það? Já. Fáum aðeins upp stöðutöflin eftir hann, við erum ekki búið að uppfæra hana frá hann, en kíkjum aðeins á hvar Ásbrú og Vestló raðast upp í sínum riðli. Erum með það hérna. Ásbrú í 3. sæti með 2 stig eins og Verslunarskóli Íslands eftir 2 leiki. Þannig að það lið sem vinnur þennan leik að fara að tilla sér á toppinn með Menntaskólanum á Tröllaskaga. Það er spennandi, sko. Það er ekstra spennandi. Og steitstíðarleikurinn hefjist, en sko, Donna, hvað er það svona þegar það kemur á úrslitunum? Já. Þú voru aftur með mér eftir, ekki næstu viku, en þar næstu viku. Hvað er svona sem að þú ert spenntust fyrir að sjá þegar við sjáum þessa þríþraut? Í úrslitunum? Já. Ég held að það sé bara Rocket League, sko. Er það máli? Já. Þetta er ekkert eðlilega spennandi. Já, og það getur svolítið allt gerst í þessu líka? Já, það er svolítið þannig, sko. Og líka bara, þú veist, 10 sek eftir, já, það segir ekki neitt, það getur hvað sem hefði gerst. Svo bara snipp-snapp áðan, sko. Liggur þetta stillis upp þannig að allir leikmenn þyrftu að spila alla leiki. Já. Bara CS-liðin væri líka að spila Rocket League og FIFA. Það væri væntanlega áhugavert, svona eitthvað rotation þar. Það er gaman að sjá það, sko. Já, ég held það. En þú veist, þetta er gaman að þessu. Og eins og ég minnst á hérna áðan, þá er fullt af leikjum í gangi sem við náum ekki að sýna í sjónvarpinu og það eru 20 leiki ef ekki 100 þegar allt í allt er talið. En ef þið fylgið Frís á Facebook eða Instagram þá missið þið ekki af þessum leikjum. Skólandi duglegir að posta og tagga. Svo náttúrulega bara fylgja sínu skóla og fylgjast með því sem er að gerast. Allir á Twitch hafa gaman að þessu. Við erum að sjá, þú veist, það er bæði bara einhver sem er að spila, sem er að streyma, en svo líka við erum að sjá efnilega lýsendur og bara alveg sett upp útsendingar og það er mjög skemmtilegt. Ásbrú, til dæmis, einn af skólanum sem búið mjög duglegir í þessu. Ok, geggjað. Herðu, ég fíla hvað töluleikjamenningin er bara að stækka á Íslandi. Já, 100%. Ég peppa það. Þetta er bara, þú veist, eftir þetta varð allt svona opið og þetta er líka bara svo mikill félagsskapur. Já, ég sammála því. Það er það sem ég fæ svona mest út úr þessu. Já, ég á einmitt bara vinahóp sem að, þú veist, ég hef ekki hitt lengi en við erum alltaf að spila saman. Þú er líka svo fínt alltaf þegar mér vantar eitthvað að láta brjóta mig niður og tekja bara eitthvað leik með þér. Já, geggjað. Þú ert búin að haga þér ótrúlega vel þetta í kvöld, sko. I keep you humble, segðu það bara. Já, það þurfa allir eitt svona. Já, humble og hægt þú veist, Ég er búin að segja þér áður, ég segja þér aftur. Ég ríf þig niður svo þú getur byggt sjálf þér upp. Ég er bara að búa til karakter. Þá þarf ég alltaf að vinna í því sjálfur, skilur, búið að rífa mann alveg gjörsamlega niður í gólfið, þannig að þetta er fyrsta skipti sem við tölum tilfinningar í íþróttahorninu hér á Stöð 2 Sport og ég verður gert meira þess næstu örugglega. Erum við með einhverja fleiri myndir svona með bíómynda næsta leik? Mér heyrðist það væri gaman. Kíkjum hér, hérna Óskar, nei, heyrðu! Já, vá, gott frísframe að mér. Þetta er svona eins og ég sé að hugsa salatið. Sem er bara, já, bláber og, heyrðu, þetta hlýtur að vera Blueberry Boy. Bláberry salat er klassík. Ég veit það, en þú veist, ég er að reyna að gera eitthvað skemmtilegt en ég er ekki bara að tala bláberry salat, sko. Blueberry Boy hlýtur að fá sér eða Blueberry Boy fan. Já, ég get alveg trúað því að Blueberry Boy fílar blueberry í salatið sitt. Já, það er bara heiðarlegt að vera búin að álíta það. Af þessum 3 leikjum sem við erum að sjá, hver er búin að skemmta þér mest í kvöld? Sko, það var eiginlega Tækniskólinn og Kvennaskólinn. Þetta er ekki spurning, sko. Þvílíkur leikur. Reynda var leikur sem að klára núna líka frábær. Já, það var bara svo mikið af mörkum í hinu. Já, það var aðeins meira svona búm, 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 búm. Er það ekki það sem við erum að kalla eftir líka nú í næsta leik? Það er bara að sé nóg mikið af mörkum, boltinn fram og tilbaka, sláinn inn, eitthvað vesen við erum að bjarga á línu og hafa gaman að þessu. Já, en þú veist, við sáum bara með Tækniskólann, það borgar sig að vera smá árásargjöf. Já, algjörlega. En við sáum líka MR stíð og greið í síðasta leik og tapa leik sem leit út eins og voru að vinna. Herðu, ég ætla bara að geta orðið mín það. Nei, við erum innan til þess að diskutera þetta. En ég er miklu meira fan af
búm, 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 en það er kannski bara út af því ég er með svo lítið svona athygli eitthvað þráð. Já, við viljum fá mikið. En ég veit ekki betur en að leikurinn sé að fara í gang og þarna sjáum við Grjóni góðsögn á fyrsturinn og sörurinn. Það skal ekki koma neinum á óvart, ekki með þetta Nick. Og ég sá ekki betur en að Menntaskólinn Ásbrú spili sem bláir, hann er svartur í Grjóni góðsögn. Það styttst eitthvað aðeins Nickið. En já, kemur í ljós. Menntaskólinn Ásbrú gegn Vestló kominn af stað. Loka leikur kvöldsins hér í Frís. Og fyrir Vestló, Róbert Logi byrjar nú bara með stæla, hendi Grjóna góðsögn bara út af kortinu. Og Möxi líka, og hérna kemur skotið frá Svartuða, en Það er ekki alveg. Nei, það er ekki langt frá því eins og það er vel varið hérna hjá Grjóna góðsögn sem ætlar að vera allt í öllu virðist vera hérna erum við með Möxi. Og nær ekki að koma boltanum fyrir, en Svartuði mættur hérna næra stýrunum á markið. Þetta er svona sláinn og út og þá snýr Vestnorðskólinn vörn í sókn. Nær að koma hérna yfir, Dabbi Krabbi. Þetta er eitt af þessum skemmtilega við að lýsa rafíþróttum. Það er svona þegar þessi Nick dettur upp og maður er ekki að peppaður yfir því að Dabbi Krabbi sé að gera eitthvað hérna. Ég elska það. Menntaskólinn Ásbrú, hérna Ásbrú að koma boltanum aftur yfir og Svartuði hérna rétt missir af honum. Möxi keyrir það tilbaka í vörnina því að Vestló er að snúa vörn í sókn en Grjóni góðsögn er mættur með skotið. Sör Ólaf bara, nei, þú ert ekki að fara að skora núna sko. Nei, ekki hér, það er lokað hjá mér. Örugglega samt sagði það á mjög herramannslegan hátt. Já. Hérna er allt galopið og þetta hlýtur Vestló að verða að nýta sig allt of lengi og Svartuði mættur hérna nær að koma boltanum frá Róbert Logi hérna fyrir utan teiginn. Reynir að koma að þessu. Sör Ólaf hendir Svartuði út. Ásbrú er að pressa sko. Svartuði hérna að koma boltanum fyrir. Og þetta er hættulegt hérna. Möxi að reyna að pota sig inn fyrir Menntaskólinn Ásbrú en Vestló nær halda líflínu í þessu núna. Þá er Vestló komið í sókn. Ná að koma boltanum yfir Möxi. Eru tveir mættir inn í teiginn. Vestló ætlar að setja alvöru pressu hérna. Ég er tilbaka og hérna er Vestló að koma fyrir. En Ásbrú nærði þessu þetta frá eða hvað, Róbert Logi hérna inn. Dabbi Krabbi með skot, en Guðjón góðsögn er ekki alveg að hleypa Þarna kemur skotið, þetta er mark. Það er Sör Nils Ólaf. Vestló 1, Menntaskólinn Ásbrú 0. Viva Vestló! Viva Vestló! Dabbi. Og ég pressa. Ég pressa, sagði einhver, ég veit ekki hver. Strax pressa hérna frá Ásbrú. Vestló hann koma þessu frá. Ásbrú greinilega ætla að svara þessu strax. Þetta skot er í slána og út frá Vestló. Vestló svo náttúrulega að komast í 2-0 að það. Möxi hérna að koma boltanum fram. Rekur hann hérna upp völlin en þetta skot, þessi hreinsun, losa pressuna. Boltin eins og verður að ganga aftur yfir á vallanum í Vestló. Nær einhver frá Ásbrú að komast í hérna boltan. Já, Möxi gerir það. Kemur hann fyrir. Er einhver mættur hérna í pressuna? Nei, Svartuði hinum megin. Hann var aðeins of seinna. Þarna er Svartuði að stýra þessum mynda framhjá. Möxi. Sör Nils Ólaf. Þannig að takk þú bara við. Takk þú bara hennar og lýstu næstu mín. Ekki setja þessa pressa á. Já, loka myndur að koma svo Donna Cast. Það er hérna sjáum við
Róbert Loga ætlar að kasta boltanum út, eða hvað? Maxi, herðu, rétt svo missis. Þau verður að kasta sig út, sko, annars eru þeir í hættu að fá marka á sig. Vestló. Ó, Svarthöfði, vel gert. Ásbrú að jafna þegar 30 sekúndur eru eftir. Let's go. Vel spilað hjá okkur. Let's go, ekki náttúrulega setning kvöldsins. Já, let's go. Maður þarf að vinna aðeins meira með let's go, sko. Já, 100%. Það eru 30 sekúndur eftir og það er jafnt. Og þarna er Ásbrú hins vegar að koma sér í 2-1, það er Svarthöfði. Sem að skora sjálfsmarkað en náttúrulega á ekki skotið það. Tempo og við erum Jú, með þetta. Svarthöfði á skotið, þetta var bara vitlaust þarna á það. Eins og bíl. En mennskólinn Ásbrú koma sér yfir hérna með 2 mörk á loka mínútunni. Það stóð búinn að vera í topp málum hérna framan af. Þar með er leiknum að ljúka. Menntaskólinn Ásbrú sigrar Vestló 1-0. 84 stig. Og ekkert eðlilega pirrandi að Svarthöfði sé samt á gullitum bílarna, sko. Já, ég veit. Það er alveg bara, fyrir einhvern sem er að koma inn nýr, þá er þetta alveg ansi flókið að fylgjast með. Það ruglað okkur aðeins, en má þarna að ná að, 2 mörkum á loka mínútunni, Vestló búin að yfir allan leikinn og koma sér 1-0. Ég var rétt svo búin að sleppa setningunni, herðu það jafnt og kemur Svarthöfði með mark. Já, næsti leikur er bara strax að fara af stað og Menntaskóli Ásbrú áfram blá, Vestló appelsínugul. Róbert Loga kom hún fyrir, er einhver þarna? Nei. Í þetta skiptið. Vestlóin að koma sér í sókn. Grjóni Góðsson nær kylnu frá Menntaskólinn Ásbrú með skotið og þetta er frábærlega varið hjá Róberti Loga. Og þá er Ásbrú komin aftur í sóknina. Við gerum með hérna án Vestló en Róberti Loga hins að Svarthöfði mættur til að koma honum aftur inn í teginn. Rétt svo missir. Dabbekrabbi kom honum fyrir, með skot. Næri ekki alveg. Hérna nær Svarthöfði að þröngunum inn. Þetta er bara þrjóskumar. Já, þetta var svolítið þannig, sko. Hann ætlaði að skora. Gerst bara ekki upp. Menntaskólinn Ásbrú 1, Vestló 0. Þessum öðrum leik Menntaskólinn Ásbrú 1-0 yfir. Vestló 1-0 yfir í viðureigninni og 1-0 yfir í leiknum. Svarthöfði búinn að vera sá sem að stýrir öllu spilinu. Hann lendaði saman og þetta er dýrt því að það marki galopið Grjóni Góðsson að jafna. Sjáu þið þetta, lenda það saman. Ég er alveg á ágætlega hóðulega. Grjóni mættu Menntaskólinn Ásbrú 2, Vestló 0. Núna verða Vestlingar að sækja ekki bara 1 heldur 2 mörk og það strax. Maxi hérna. Það er svo aftur að
Herru. Það sjá Vangsí með skot. Nær hann, herðu! Dabbi Krabbi nær að verða. En það fyllt eftir hann Svarthöfði mættur í seinni bylgjuna, nær ekki að potunum innsamt sem áður. Frábær vörn þarna. Og hérna Dabbi Krabbi að kýla boltanum frá. Svarthöfði hérna að keyra upp kantinn. En Möxi Vangsí er að stýra. Nei. Róbert Logi bara ekki leiðað þeim skora, sko. Það var Svarthöfði óvart með skotið, bjóst ekki við að fá þennan bolta til sín. En hérna skotið í stöngina og þá Krúni Góðsögn mættur þarna. En Sir Nils Ólaf kemur þessu bolta frá. Þetta hins vegar ekki farin þessi pressa. Róbert Logi hérna með frábæra vörn, nær að kýla þessu bolta frá markinu. Svarthöfði hérna komið fyrir. En það er ekki að ganga. Þá stilla hann á Ísó. Krúni Góðsögn að koma upp, en Róbert Logi fljótur að koma aftur tilbaka. Og nú erum við að sjá þetta miðjuspil sem við séum svo mikið, en það eru opnanir á bakvið fyrir liðið sem kemst framhjá. Markið er opið, þeir voru að passa sig, sko. Markið er opið, nær ykkur að fylgja eftir hérna. Krúni Góðsögn með skotið og það fer í samskeytin. Þá keyra Vestló Ísó hinum megin. MA hefur haldið þessi mínútu viðbót. Og hérna fyrir. Herðu, vel gert hjá sér Ólafs að verja. Hérna kemur skotið, Svarthöfði, en það er rétt framhjá, enginn hinum megin til að taka á móti. Þá voru Vestlingar komnir hérna alveg upp að endamörkum. En ná ekki, það vantar alltaf hjálpina inn í teig. Og maður skilur það því að það er búið að refsa því hinum megin svo oft. Þetta er opið, eða hvað? 30 sekúndur eftir og Róbert Logi koma sér framhjá nær spilum inn í teginn, en þá var hann að hreinsa frá. Vestlingar liggja á vallarhelmingi, Menntaskólans á Ásbrú. Það eru 5 sekúndur eftir og ég hugsa að Menntaskóli á Ásbrú taki þetta eða hvað? Og leikurinn er búinn. MA að sigra 2-0 gegn Vestló og vinna þar af leiðandi viðuregnina og þeir eru bara komin í toppmál í sínum riðli. Vel gert! Engin spurning, ég er búinn að fá 4 frábæra leiki hérna í kvöld. Frísenda búið að vera frábær skemmtun, bæði kvöldin sem búin að vera FIFA næst og þannig lað. En ef við rúllum yfir sigurvegara kvöldsins, þá sigruðu Menntaskólinn á Tröllaskaga, Framhaldsskólinn á Laugum. Menntaskólinn á Ásbrú var rétt í þessu að vinna Verslunarskóla Íslands og Menntaskólinn á Egilsstöðum sigraði MR og það var svo Tækniskólinn sem sigraði Kvennó í hörkuleik. Og fáandi stigatöfluna hvað á hverju, það er náttúrulega verið að uppfæra hana bara meðan við tölum saman. En búið að vera stórskemmtilegt bara frá fyrsta leikinu. Ándjóks, ótrúlega gaman. Herðu, þú mátt ekki spyrja mig næst hver er að vinna því ég hef aldrei rétt fyrir mér. Já, það er bara fínt, þá veit ég hver mun vinna. Þannig að það er ágætt. Ég þegi bara næst þegar þú spyrir mig. Þetta er ekki svona fantasy queen einhver sem getur græja þetta allt saman. Þetta er ekki, hæfileikunum mínir er ekki þarna. Nei, það er líka bara í ansi mörgu að vera svindlega að vera í öllu, sko. Við erum búin að sjá þetta núna, leikinn núna næstu daga og eins og ég er búin að minnast á oft í kvöld að followa Frís á samfélagsmiðlum því að þar eru öllum leikinn póstaðar ennþá verið að spila CS, það er verið að spila Rocket League og svo núna alla þessa viku fram að næsta 5. þá er verið að spila FIFA og þegar við komum í FIFA-útsendinguna næsta 5. þá er það í raun og veru úrslitin í FIFA-mótinu þannig að þá veitum við hvaða skólar verða sem fara áfram. Við skulum kíkja á stöðuna eins og hún er núna. Menntaskólinn á Tröllaskaga á toppnum í riðli 1 ásamt Menntaskólinn á Ásbrú og MH.
Þessi 3 lið með 4 stig, MH hins vegar með leik til góða. Hinum megin það Tækniskólinn og Kvennó sem að deila með sér toppsætinu. Tækniskólinn fyrir ofan með leik til góða. BAS og FSN næstu 2 lið þar á bakvið og eru þessi efstu þarna verða að teljast líklega til þess að berjast sigurinn og eins og þetta virkar þá geta liðirinn orðið meistarar í hverjum leik í þessari riðlakeppni og riðlarnir og hvar þú endar í hverjum leik skilar síðan stigunum upp í úrslitin og 4 efstu liðin á stigum og svo náttúrulega líka stig fyrir að taka þátt í samfélagsmiðlakeppni samhliða og 4 efstu liðin munu síðan fara í undanúrslitin og 2 sigurverðnir og þeim við erum í úrslitin og eins og áður kom fram þá spilum við náttúrulega best of 3 í 3 mismunandi leikjum. Það er ekkert eðlilega spennandi maður. En það er nóg til, maður getur ekki alveg sagt hver er hérna að fara að vinna þetta en þú veist, þetta er mjög spennandi. Það er líka svo erfitt að segja það eins og núna þegar FIFA-hlutin bara eiginlega algjörlega eftir þannig að við vitum ekki einu svona hvar liðin skora þar en eins og við sáum þarna þá þú veist eru til dæmis ekki sömu liðin að toppa í CS og Rocket League. Já, þannig að þetta er í rauninni bara opið. Það verður áhugavert að sjá svona hvernig það mun dreifast og náttúrulega bara skemmtilegt að við fáum 3 mismunandi meistara í 3 mismunandi leik. Já. Það er eitthvað meira að detta inn á Freeze21 hashtagið og að kíkja á það eldsnögt. Hvað fáum við hérna? Klukkan 21:14 sem þýðast komið háttatími. Góða nótt allir. Hashtag Freeze21. Þetta er reyndar geggjað. Já, ég peppi þetta. Hann lítur ekki út fyrir að vera sáttur að fara að sofa en hann er kannski bara... Nei, það er ekkert endilega að það sé draumurinn þarna. En það er farið að styttast í seinni endan hjá okkur. Donna, takk fyrir komuna. Og við sjáum þig aftur í úrslitunum og undan úrslitunum og úrslitunum. Við verum mætt aftur eins og næsta 5. dag og verðum þá með FIFA útsendinguna og fáum þá að komast að því hverju það eru, hvaða skólar það eru sem að komast í úrslitin og FIFA móti klárast á 5. dags kvöldinu hér í beinni útsendingu þannig að það er allt undir þegar því er komið. Ég hlakka til að sjá ykkur þá. Takk í kvöld. I feel so alive. Þú finnur allar þáttaræðirnar Scrubs á Stöð 2+. Kabam! My spleen is right here. Oops, that feels more like my private time area. Stöð 2+. Heil heimur afþreyingar.